Sumartónleikar Akureyrarkirkju hefjast á sunnudaginn. Þetta eru tónleikar sem hafa verið haldnir í mörg herrans ár og alltaf á sumrin. Lára Sóley og Sigrún Magna, verið velkomnar. Lára, fyrst þessi sumartónleikar, þeir hafa verið haldnir bara í 20 ára eða hvað? Já, síðan 1987 þá voru það Margrét Bóasdóttir og Björn Steinar Sólbergsson sem komu þess á stað og ég veit ekki betur en að tónleikaröðin hafi farið fram í júlí ár hvert síðan. Og alltaf á sunnudögum eða hvað? Já, ég held það. En vitið það hverju sunnudagarnir urðu fyrir valinu? Er þetta ekki bara góður tónleikatími? Klukkan 5 á sunnudögum. Já. Og já, gott að enda helgina á því að fara í kirkjuna og njóta góðra tónlistars. Sigrún Magna, þú ríður á vaðið á fyrstu tónleikunum. Þú ert orgelleikari, hvað ætlar að bjóða nú upp á? Ég ætla að bjóða upp á frábæran hornleikara, Elvölu Ármannsdóttur og sópran Svövu Þórhallsdóttur sem kemur frá Kaupmannahöfn. Við ætlum að flytja mjög fjölbreytta tónlist, bæði klassíska fyrir horn og orgel, svo ætlum við að blanda inn í þetta íslenskum þjóðlögum, þar sem við spilum í tríó, horn, sópran og orgel í íslenskum þjóðlögum, lítil sönglög, franskri rómantík, þannig að þetta verður bara sitt lítið að hverju. En ég heyrist á því kannski bara fyrst og fremst bara þægilegir sunnudags eftirmiddags tónleikar. Já, við stefnum að hafa þetta notalegt og auðvitað áheyrilegt. Og svolítið blandið poka. Er þið búin að æfa ykkur, hafið þið komið saman? Við erum bara að fara að hittast eftir, búin að æfa okkur sitt í hvoru lagi. Við Ella Valur reyndar búin að hittast nokkur sinnum, en þar sem Svava búin að vera í Kaupmannahöfn höfum við ekki hitt hann enda, hún er mjög spenntar. Hún er að lenda núna. En Lára Sóley, þetta eru tónleikar, þarna frítt inn, þannig að það bara labba inn af götunni? Já, og þeir hafa verið mjög vel sóttir, bæði af heimafólki og innlendum og erlendum ferðamönnum. Og já, og það er fjölbreytileg dagskráin líka sem er framundan. Næstu helgi verður harmonikkuleikari, íslensk stelpa sem hefur nám í Noregi, og það verður líka mjög fjölbreytt efnaskrá. Síðan eigum við von á heimsþekktum þýskum baritón sem kemur ásamt Herði Ásgilssyni og Ingu Rós. Og já, svo er vel við hæfi að Björn Steinar Sólbergsson mun loka tónleikaröðinni og Sjálfur organistinn sem startaði þessu. En þegar þú fyrst þetta verkefni að setja upp dagskránna, þú náttúrulega hefur haft úr ýmsa móla? Já, tónleikaröðin er frekar þekkt, myndi ég segja, því að það koma umsóknir bara alls staðar að úr heiminum. Og það er oft vönd að velja, en við erum mjög ánægð með útkomuna. Sigrún Magna, Akureyrarkirkja, hvernig er sándið í kirkjunni? Það er yndislegt. Það er gott að syngja þarna. Gítar hljómar einstaklega vel og við vorum svo glöð þegar við eignuðumst flíl fyrir nokkrum árum. Hvað var gott sánd fyrir hann líka. Orgelið náttúrulega er stórkostlegt þarna. Þannig að mér finnst þetta mjög gott tónleikahús. En að vera með slíka tónleika í kirkju, þá verður umgjörðinu það ekki einhvern veginn allt öðruvísi og líka fyrir gestina sem að koma til þess að njóta. Það skapar ákveðna stemningu. Já. Við reynum náttúrulega að hafa húsið hlýlegt og kertaljós og kósí heit. Já. Og þetta er eftir middag, klukkan 5 sem sagt? Klukkan 5, já. Alla sunnudagi í júlí, klukkan 5. Við vorum að tala áður en upptakan hófst að það er bara fínt, bara lærið í ofninn áður en maður fer á stað og svo er bara eftir að gera sósuna þegar maður kemur heim. Kemur heim, já. Það er akkurat þannig. Ég segi bara gangi ykkur vel með þetta allt saman, Lára Sóley og Sigrún Magna. Takk fyrir.